Ok, við ætlum að skoða hérna í dæmi í kafla 5-6 aðferð innsetningar. Tökum þessi nokkur dæmi. Það fáum við hérna fyrsta dæmi gefið, í veldinu 5 mínus 2x dx og ætlum að nota innsetninguna aðferðina til að reikna þetta. Við setjum, gerum breytiskiptin u er jafnt og 5 mínus 2x. Þá er þetta heildi hérna í veldinu u. En við þurfum að breyta þá í að heilda með tilliti til u og ekki með tilliti til x og þá gerum við du dx. Ef við diffra þetta með tilliti til x þá er það sama og diffra þetta með tilliti til x. Það er mínus 2 og svo umskrifa ég þannig að ég aðskil teljan og nefnan hérna í þessu hérnabróti og segi þetta er þá du er þá sama og mínus 2 sinnum dx. Eða að því að við ætlum að fara að gera breytiskipti fyrir dx að einangra dx. Dx er jafnt og mínus halvur du. Í staðan fyrir dx þá skrifaði ég mínus halvur du. Svona, mínus halvur fyrir svega. Og þá erum við heildið af veldinu u du. Hvað fallir þannig að þegar ég diffra það fæ ég veldinu u. Það er nefnilega nákvæmlega bara í veldinu u. Svona, og pluss einhver fasti k að þetta er óákveðið heildi. En við erum náttúrulega að leita stofnfallinu með tilliti til x, þannig að hér gerir ég þá breytiskiptin tilbaka. Þetta er mínus halvur veldinu 5 mínus 2x pluss fasti k. Og nú erum við þeirri góða aðstöðu við getum tjekkað á hvort svarið sé rétt. Þannig við getum sagt, er þetta fall diffrað? Sannarlega þetta hér fall. Því að það er þess að við finna og við getum prófað mínus halvur veldinu 5 mínus 2x pluss k diffrað það er mínus halvur veldinu 5 mínus 2x sinnum innra falli diffrað sem er mínus 2 pluss fastinn k diffrað verður 0 og mínus 2 hérna sem er mínus halvur verður bara pluss 1 og eftir stendur í 5 mínus 2x. Þannig við reiknum rétt. Þá vindum við okkur í næsta dæmi. Það var dæmi 3. Það er hérna rótin af 3x pluss 4 og við ætlum að gera breytiskiptin u er jafnt að 3x pluss 4. Þá er du dx jafnt að 3 sem segir okkur að dx er 1/3 du. Og við gerum breytiskiptin heildið af rótin af u sinnum 1/3 du. Skulum skrifa það sem ég sagði. 1/3 fyrir bara út fyrir svega. Og við ætlum að heilda rótin af u du. Og við kannski þægilegast að hugsa þetta sem u í hálfta veldi. Og við segjum hvaða fallir þannig að þegar ég diffra það þá fæ ég u í hálfta veldi. Ég þarf að þegar ég diffra þá dreg ég 1 frá veldinu og ég var sem sagt að draga 1 frá veldinu og ég fæ hálfan. Og þannig að veldið hlýtur að vera 3 aðrir. En ef ég myndi diffra þennan þá myndi ég fá 3 aðrir sinnum u í 3 aðrir mínus halvur, nei mínus 1 sem er halvur. Þannig að veldið verður rétt, en ég væri með þennan hérna auka, þennan 3 aðrir. Þannig að ég margfalda með 2/3 og þá er komið rétt stafall. Þegar núna, ef ég myndi diffra þetta hér, þá myndi ég fá 2/3 sinnum 3 aðrir sinnum u í veldinu 3 aðrir mínus 1. Þessi verður 1 og eftir stendur u í hálfta veldi. Okay. Við fáum að sjálfsögðu líka pluss fastan k og þetta er óákveðið heildi. Þannig að allt í allt verður þetta 2/9 u í 3 aðrir pluss k. Þetta er svarið, nema, nei, ekki svarið vegna þess að við erum með fall af x. Við ætlum klálega að muna að setja inn fall af x hérna. Strókum þessar tvær línur. Og segjum þetta eru 2/9 sinnum 3x pluss 4
Það var u okkar minni. Í veldinu 3 aðrir pluss k. Og ef við pröfum að diffra þetta, til að aðtöku hvort þetta sé rétt hjá okkur. Þá fáum við 2/9 sinnum veldið hérna, 3 aðrir, sinnum 3x pluss 4 í veldinu 3 aðrir mínus 1 sem er hálfur, sinnum innra fallið diffra, og það er hérna 3 pluss 0, sem er 3, pluss k diffra sem er 0. Og tökum þetta saman, þá erum við með 2 móti 2, með 3 svo 3 deilt með 9 með 1, þá er bara rótin af 3x pluss 4. Sem er akkurat það sem við erum að finna stofnfallið fyrir hérna í byrjun. Við getum farið í næsta. Við ætlum að gera breytiskiptin í þessu heildi e í 2x sem sínus af e í 2x. Ef við værum bara með u sem var e í 2x, þá er du dx er þá tvísvarsnum e í 2x. Þegar innra fallið diffra er 2, sem segir okkur að dx já, hérna getum við skrifað þetta aðeins öðruvísi. Við getum sagt du er þá tvísvarsnum e í 2x dx. Þetta hér kemur fyrir hérna, dx er e í veldinu 2x. Þannig að ég deili með 2, þá í staðan fyrir e í veldinu 2x dx, þá get ég skipt út hálfur du. Og heildið mitt er þá sínus af u sinnum hálfur du, sem er einfalt heildi, hálfur fyrir útrisviga. Ég fæ hálfur og ég fæ kósinus diffrað er mínusínus, þannig að þegar er diffrað, þannig að þetta þurfti að vera mínus kósinus pluss fast í k. Og við gerum breytiskiptin okkar tilbaka til að enda með fall af x. Fáum mínus hálfur sem kósinus af e veldinu 2x pluss k og stafnfallið er komið. Nú getum við prófað að aðtöku hvort að þetta sé rétt hjá okkur. Tökum þetta fall. Glemum ekki fastan með k hana. Og við diffrum þetta. Fá mínus hálfur, kósinus diffrað verður mínusínus, þannig að mínusínus af e veldinu 2x sinnum innra fallið diffrað, e veldinu 2x diffrað verður e veldinu 2x sinnum 2 og svo pluss k diffrað sem er 0. Hér er með mínus og mínus verður pluss, hér er með hálfur sinnum 2 sem verður 1 og eftir stendur e í veldinu 2x sinnum sínus af e veldinu 2x. Það var akkurat það sem við vildum finna stofnfallið fyrir. Þannig að þetta er reiknað rétt. Lovely. Áfram haldum við. Þetta var dæmi 4. Ok, nú erum við komið hérna x dx deilt með 4x í öðru pluss 1 í veldinu 5 og sjáðu þetta er engin munur á þessu og skrifa bara x deilt með 4x í öðru pluss 1 í 5. dx, við erum bara að trýta þetta dx sem margföldun, þannig að við getum alveg haft það hana upp á strikinu ef við viljum. Nú getum við að skoða hvað ætla ég að gera sem breytiskipti. Við sjáum hérna ef ég diffra þetta hér, þá enda ég með fastissi sem x, þannig að það er kannski mögulegt að það styttist út á móti þessu hérna x-i. Þannig að þetta x er svona einhver fasti sinnum innra fallið hérna diffrað. Þannig að við getum pröfað að gera þau breytiskipti. Sem u er jafnt og 4x í öðru pluss 1. Þá er du dx er þá 8x pluss 0. Þannig að dx er þá du deilt með 8x svona. Ef ég einfalda einangra fyrir dx. Og þá stendur eftir hérna heildið af x deilt með u í 5 sinnum du deilt með 8x. Þannig að þá styttist þetta x á móti þessu jafn x og við erum bara með eina breyti eftir sem er u.
Þannig að við styttum þetta x út, þá erum við með bara 1 á móti u í 5 du. Og þetta er einfalt heildi og við skulum ekki glemma 8-unni. 1/8 fer bara hérna fyrir utan 2. Nú getum við heilda þetta. 1/8 og því heilda 1 á móti u í 5 finnst mér þægilegast að hugsa það bara sem u í mínus 5. Og við sjáum að þegar ég ætla að heilda, þegar ég myndi diffra þetta fall sem ég er að leita, þá ætti ég að fá u í mínus 5, þannig að ég þarf að fá u í mínus 4, því þegar ég dreg eitt frá þessu veldi að fá í mínus 5, þá þarf ég að muna margfalda með mínus 4 og svo pluss fast í k. Þannig að þetta er sem sagt mínus hálfur u í mínus 4 pluss k. Og ef við setjum inn breytiskiptin okkar, mínus hálfur sinnum, hvað var hann aftur, u-ið okkar, 4x í öðru pluss 1. Sér svona. Nú getum við að prófa lausnin okkar. Við getum bara að prófa hana. Segjum mínus hálfur sinnum 4x í öðru pluss 1 í mínus 4. Diffra. Við diffrum þetta á mínus hálfur sinnum mínus 4 sinnum sviðin í mínus 5, ég dreg 1 frá veldinu og svo sinnum innra falli diffra sinnum 8x og svo pluss k diffra sem er 0. Svo fyrir við að taka þetta saman. Þá erum við með þetta samtal sérna þetta er bara pluss 2, þannig að við erum með 16x sinnum 4x í öðru pluss 1 í mínus 5. Eða 16x stilt með 4x í öðru pluss 1 í 5. Og kíkjum, var þetta það sem við vorum með? Við vorum með 4x í öðru pluss 1 í 5. Sinnum x ekki 16x, eitthvað klikkaður. Kíkjum hvað við gerðum vitlaust og lögum það bara til. Og við sjáum hérna, þegar við skoðum, þegar við heilduðum u í 5, þá margfaldaði ég með mínus 4. Það er ekki rétt, vegna þess að mínus 4 u í mínus 4 verður 16 u í mínus 5. Ég vildi margfalda með 1 á móti 4. Þannig að við lögum þetta allt til. 1 á móti 4. þá verður hér 1 á móti 16. Nei, 4 sem 8. 32 ætti að vera, ég ætla að gera það með blám lit að ég var með að leiðra þetta. Ég ætti meila á rauðan. 32. Það var 32 hér. Og þá verðum við að fara að margfalda með 32 með hérna. Þannig að 32 hér, sinnum 4, sinnum 8 verður einmitt 1. Þannig að hérna verður 1. Og sjá, þannig að fundum við villuna að því við prófum lausnin okkar. Þá var það dæmi 6. Það erum við sínus á rótin af x deilt með rótin af x. Og nú veitum við að við diffrum rótin af x að fá 1 á móti tvísa sem rótin af x. Þannig að ef við gerum þau breytuskipti, þá fá ég 1 á móti tvísa sem rótin af x. Þá getur ég séð fram á að þetta hérna rótin af x styttist út. Eða hverfi með, ef við umskrifum hérna, 1 á móti rótin af x dx, hef það hérna megin. Þá er ég sérst að margfalda með dx og margfalda með 2, þá er ég með 2 du. Þannig í staðin fyrir, ég sérst bara er að einfalda þetta stæði þarna. Margfaldi gegn með 2 og margfaldi gegn með dx. Nú get ég gert breytiskiptin mín. Það er með sínus af u. Og svo staðin fyrir dx stilt með rótin af x, þá skrifa ég 2 sinnum du. Þá get ég heilda 2 hérna fyrir utan svega. Svo líka heilda elskan. Þá við sínus diffra verður kósinus. Kósinus diffra verður mínus sínus. Og þegar ég heilda þarf ég að hafa mínusin með hérna. Og tvisturinn fyrir ekki neitt. Þannig að höfum bara mínus 2 pluss k svona. Núna ég myndi diffra mínus 2 kósinus, þá myndi ég fá kósinus diffra mín sínus, þannig að pluss 2 sínus af u.
Svo er það breytiskipti tilbaka. Förum aftur í x-breytinu okkar. -2 kósinus af rótin af x pluss k. Þetta er þá stofnfallið. Og við getum prófað hvort að við höfum reiknað rétt með því einfaldlega að diffra þetta. Sjáum hvort við gerum villu, fundum eina villu áðan. Fáum mínus 2 sinnum kósinus diffraður sínus í mínus, þannig að pluss sinnum innra fallið diffrað, innra fallið er rótin af x, það er 1 á móti 2 sinnum rótin af x og svo pluss k diffrað sem er 0. Þannig að við einfalda þetta, tvisturinn steytist út og eftir stendur sínus af rótin af x deilt með rótin af x sem er akkurat það sem við vorum með í byrjun. Og það er öll dæmin úr kafla 5-6 komið.